Hæ, ertu að gera eitthvað? Og veistu að gera eitthvað? Þá skulum við búa til svona kassa, svona burðartæki eða skipuleggjanda. En upphaflega var það hugsað sem burðartæki fyrir bjórflöskur og dósir. Frá því koma allar stærðir, en á meðan hefur komið í ljós að það er hægt að nota það sem mjög fjölhæfan kassa. Eins og þið sjáið sjálf, þá eru einhver verkfæri í þessum eina og þessi annar þjónar sem skipuleggjandi fyrir nýfabör í sumarborðstofunni okkar. Þessi kassi er nokkura ára gamall. Ég gerði þetta í raun úr afgangum því ég fekk plötuefni frá heildsölu sem var lagt með sérstökum plötum eitthvað á milli, mitif og spónaplötu. Svona létt, frekar loðið og mjúkt. Þannig að þeir skildu það eftir hjá mér, svo ég gæti hent því eða brent. Og ég nýtti það meðal annars einmitt í þennan kassa. Þegar það var síðan slípað og lakkað þá stiftist yfirborðið nokkuð og það er nothæft. Og á þeim tíma gerði ég samskeytin með mótfræsara sem er sérstaklega ætlaður fyrir skúfur. Og hér kom það sér vel fyrir mig því að mótfræsasamskeytið heldur því vel saman við límingu. Það rennur ekki í sundur. Auðvitað vegna þessa prófís. Stekkar límfluturinn líka þannig að samskeytið verður almennt sterkara. Svo er hér þessi annar kassi. Hún er mun yngri. Ég bjó hana til tiltölulega nýlega fyrir skýrslu fyrir radíftáka loskutáka og gerði hana úr smíðaviðar, crossvið, í þeirri trú að það væri 12 mm. Síðan komst ég að því að það er bara 10 mm en í raun er þykktin 10,4. Það væri fullkomin ef það væri 12 mm. Samskeytin eru hér skorin í 45 gráður og lamellur eru notaðar þar. Annars er botnin í báðum þessum kössum gerður eins. Það er frestrauð, að innanverði í kringum allt eða skorið með borðsög og þar er settur botn með þykkt 6 til 8 mm. Sjömu, innri skiptingarnar aftur. Kjörþykktin er 6, mest 8 mm. Annars, hvað varðar innviði, þá gerði ég þennan langa. Skilung fastan og það eru bara þveru sem renna inn. Þannig að þú getur annarkvort haft rými skipt í 6 hluta, jafna hluta, eða rými þar sem eru 2 litlir og 2 stærri hlutar. Og ef þú tekur báðar skillumin út, þá myndast þar 2 jafnir, langir op. Hér gerði ég þetta, aðeins öðruvísi í rauninni aftur, aðeins einfaldara. Allt innra innleggið er hægt að taka út, þannig að annarkvort hefur það skipt í 6 hluta, eða þá hefur allt rýmið, til ráðstöfunar ef þú vilt setja eitthvað stærra þar inn. Og í rauninni gerum við það á sama hátt, með kassan sem við ætlum að búa til, núna. Ég vil gera hana úr sama crossviðnum og hér. Ég hef það hér á bak við mig. Og í þetta skiptið vil ég ekki gera tenginguna flókna, heldur bara einfalda, með því að tengja hana með pinnum. Það er síðan vandamál ef þú ætlar að saga rauð fyrir botnin á borðsög að það verða sjónlega litlar hólur á hliðunum sem þú getur annarkvort fyllt með kíti eða ef þær trufla þig mikið. Þá verður þú að fræsa rauðvarnar og ekki fræsa alveg í gegn. Stærður eru gefnar upp. Hæð 30 cm, lengd 26 cm. Og það sem við munum líma þessar hliðar á milli framhliða, þá gerum við þær 16 cm breiðar. Og enn eitt atriði varðandi þessa kassa. Ég gerði þetta bara úr einhverjum afgangi, svo ég hafði ekki mikið val. Svo það tóks mér að hafa mynstrið, lárétt á þessum hliðum og lóðrétt hér. Ef þú myndir lakka þetta, þá skiptir það engu máli fyrir crossviðin. Ef þú vilt láta það vera svona náttúrulegt og það truflar þig, þá þarftu auðvitað að gera það á annan hátt. Ég mæli með að skera ræmu sem er 30 cm breið og þá muni þessi 2 framhliðar passa ofan á hvort annað. Í þessari breidd þannig að þú munt hafa sama mynstrið. Og það fer auðvitað eftir því hvort þú skerð ræmuna úr plötunni, meðfram eða þvert yfir. Þá verður mynstrið lárétt aft í kring eða öfugt lóðrétt aft í kring. Það fer eftir þínum smekk. Svo hvað þurfum við til að framleiða þetta? Fyrir utan efni sem þýðir 12 mm plötu og síðan einhverja þynnri, 6 til 8 mm og þessa prik, þá þurfum við helst borðsög. Við munum saga alla hlutana, síðan einhverja sög til að skera út þessi formskurð, hvort sem það er handvirk laufsög eða stikksög, bandsög. Það fer einfaldlega eftir því hvað hver hefur til umráða. Því nákvæmari sem þú verður við að saga, því minna verður slípunin og þá mun duga þér kannski bara sandpappír eða slípunardúkur á einhverjum ávölum kubbi.
En ef þú verður ekki mjög nákvæmur við að saga, þá mun koma sér vel að hafa einhvers konar öflugri slípirokk, til dæmis spindilsveifluslípirokk. Eða þú getur gert það eins og ég, með því að búa til bara eitt stykki sem þú slípar fullkomlega og notar það sem sniðmátt. Þú teiknar það á einhvern annan bút, sker það gróflega út og síðan með því að nota fræsara með lefu. Afritarðu upprunalega fullkomna formið og getur gert þetta eins oft og þú vilt. Það borgar sig ef þú ætlar að búa til fleiri kassa. Að tengingunni sjálfi. Ég mun nota þennan tappaverkfæri frá Unimax til þess. Og ég bað hann ekki aðeins vegna þessa. Hann fullkominn fyrir. Þennan kassa heldur líka vegna þess að þetta eitt af mörgum verkfærum sem eru framleidd beint hjá Unimax. Unimax þekkt sem verslun, með verkfæri og búnað fyrir verkstæði, bílaþjónustur, dekkjaþjónustur, en fáir vita að þetta allt hófst einu sinni, með framleiðslu á ýmsum verkfærum og sú framleiðsla heldur áfram enn í dag. Ég held að það sé alls ekki algengt að svona netverslun hafi líka sín eigin vörur. Svo ég vildi, í fyrsta lagi sjá þessa framleiðslu og í öðru lagi ræða þetta líka við eiganda Unimax. Og ertu vissum að það sé nú þegar? Best, já. Ég var að athuga það núna. Getum við sett það í gang? Það bíður eftir því. Bíður það eftir því? Svo má ég það? Já. Svona, þú lokar. Og nú það græna. Beint í græna, já. Beint græna. Þegar maður heima, þá byrjar. Við erum ekki tækt. Prest mun það fljúa. Það munum, þið sjá. Og það það. Við framleiðum lengi vel. Tappaverkfæri. Það fastur liður. Ég skil ekki hvað smiðirnir gera við það. Það selst bara ár, eftir ár. Við höfum gert þetta í 20 ár. Við, á þeim tíma, hér samkeppnisfyrirtækið Anka, framleiddu það. Úr áli. Falleg smíð, fallegt verk og auðvitað ótrúlegur kostnaður. Og við tókum þá smíðina, á annan hátt á þeim tíma. Við framleiddum verkfæri, þrýstum og árprófíl. Auðvitað það ekki, alveg eins einfalt og það virðist, því að tæki þarf að sýna ákveðna sléttleika og framleiða prófílinn í álverinu þannig að það hafi viðeigandi rúmfræðilega eiginleika, því að þrýsta út deigið með lögun prófílsins. Það ekki vandamál, en að halda sléttunni á 656 mm löngum tækjum auðvitað ákveðin flækja, þannig að það fer nokkuð eftir samstarfsaðilann. En þetta falleg vara. Það margar, nákvæmar borar hólur, margar, skrúfgangir. Þegar maður skoðar hvernig svona hlutur framleiddur, það ótrúlega hratt og mér finnst það merkilega fallegt út frá skurðarprósentum, hversu grimmilega. Borinn fer í efnið, svo það örugglega gaman að sjá það líka. Sem heilbrigður ættjarðarvinur myndi ég að sjálfsögðu þakka slíkt framtak og ég held að það væri gott ef Unimax væri með einhvers konar merkingu á rafrænu versluninni sinni fyrir vöruna sem það framleiðir, hvort sem það stangastangir eða risastóra smiðsnaglar, eða slípandi rúllur eða einhenda klemmar, hvort sem það tekniski fáni, eða kannski made in our country. Ég held að fólk með svipaða hugsun og ég myndi örugglega taka eftir því. Og ein af þessum vörum einmitt þessar tappalistar sem framleiddar í nokkrum mismunandi útgáfum. Hvað varðar lengd og einnig? Þvermál borhólana. Þetta í raun minnsta stykki sem hefur borhólur með 6 mm þvermál og fullkomið fyrir að tengja efni með það bil 12 mm þykkt. Annars þetta tæki svokallað fyrir brúnina. Það þýðir þegar þú vilt tengja 2 stykki, íl eða jafnvel í beinni lína. En ef þú vilt gera tengingu sem þýðir að brúnin fer einhver staðar inn í flötinn, þá þarftu svipatæki, en svokallað fyrir flötinn. Við munum í þetta skipti nota þetta tæki fyrir brúnina, sem gerir okkur kleift að bora hólurnar, bæði í sjálfa brúnina og í mótstykkið. Það sem sniðugt að borhylkin með mismunandi lengd, hvort sem það fyrir brúnina eða flötinn, þannig að þú getur haft stöðvunarhlutann á borvélinni, alltaf á sama stað. Ég hef séð tæki sem gerð á annan hátt, og þá þarftu að hafa 2 borvélar með mismunandi stillingum á stöðvunarhlutunum, eða jafnvel 2 borvélar sem mér finnst ekki vera mjög heppileg lausn. Hér sést að einhver hefur einfaldlega hugsað. Þessar plastjéttingar einnig innifaldar í afhendingu. Þetta svona heimskuvæng, svo þú getur lokað fyrir götin sem þú notar ekki. Við notum í raun bara 2 göt fyrir þetta bil, svo ég lokaði hinum svona. Og hluti af sendingunni líka svona einföld stöðvun fyrir borvélina. Þetta í raun bara svona einfalt hulstur, með skrúfu með innsættsykki.
Það þægilegt ef stöðvunin passar á sívalan skaftið, en það verra ef hún lendir einhver staðar. Í skrúfugörðunum, því skrúfan getur í fyrsta lagi skemmt brúnina og í öðru lagi getur hún valdið því að þynnri borar bogna þegar þeir eru heftir sem veldur því að þeir sveiflast. Þannig að ég kýs frekar, þegar það hægt, að nota samsett borahylki eða borastoppara. Með þessum hætti gerum við 2 gagnstæð horn og þá verðum við að skrúfa stoppan yfir á hina hliðina og klára hinn. 2 aftur gagnstæð horn. Þegar við erum búin að bora allt, þá getum við byrjað að líma. Ég ber fyrst lím í götin á brúnunum og slæp hinnana inn, þar til límið byrjar að leka út úr raufunum. Þannig er ég vissum að það sé lím umhverfis allan pinnan og að það sé fullkomlega límt. Síðan ber ég lím í hinn götin og á alla brúnina. Ég set allt saman og það er gott að herða það saman. Kassaklemmur eru fullkomnar fyrir þetta. Ef þú átt þær ekki, getur þú nota hvaða aðra klemmur sem er, en það er mikilvægt að þrýsta í ás hliðarinnar því að þú setur það einhver staðar í miðjuna. Þá myndi endarnir bogna og í fyrsta lagi væri það ekki fallegt og í öðru lagi myndi hillurnar ekki passa inn. Og hvað varðar stöngina, þá getur við annarkvort nota stöng eins og ég gerði. Þetta er úr einhverju barnarúmi, sérstaklega er hún 16 mm í þvermál og í báðum. Þessum tilfellum er hún í rauninni sett í blindgöt og síðan límt þannig að hún snúist ekki og haldi líka saman því með þessu þynnra efni gæti verið hætta á að það myndi detta út. En ef þú vilt vera viss, þá getum við gert þetta aðeins öðruvísi, nefnilega bora göt í gegn og annarkvort gert stöngina aðeins lengri og síðan tryggt útstæðurnar með einhverjum pinna. En þá mun það auðvitað standa út fyrir hliðarnar. Ef þú vilt hafa það í takt, þá skerum við stöngina bara jafn langa og kassin er. Skerum endana, setjum hana í götin, límum og setjum litla fleiga í skurðina og neglum þá inn. Þeir muni dreifa því, fullkomlega svo það mun halda frábærlega. Og eftir að límið þornar verður það skorið og slípað svo það verður líka. Þáttur sem ég finnst líta mjög vel út og samtímis verður tengingin afar sterk. Hvað varðar? Innri skilrúmin, þá er það einfalt. Þessa aflanga skiptum við í þriðjunga og þar skerum við raufa miðju, sem verður jafn breið og þykkt efnisins. Og það sama gerum við í miðju skilrúmana. Þetta setjum við saman, setjum inn og kassin er tilbúin. Og að lokum auðvitað einhverja yfirborðsmeðferð. Þú getur notað hlífðarlakk eða látið það vera náttúrlegt og bara bleikt það með einhverju olíu, vaxi. Það fer auðvitað í fyrsta lagi eftir smekk þín og í öðru lagi á notkun, hugsanlegum veðurskilyrðum. Óháð því, hvaða tengitækni þú ákveður að nota til að búa til svona kassa eða burðartæki, þá finnur við tengla á öll þessi efni eins og venjulega í lýsingunni undir myndbandinu. Takk fyrir að horfa. Hafðu það gott og gerðu eitthvað.